Lesblinda hefur mikil áhrif á námsframmistöðu 10. hvers nemenda unglingadeilda á grunnskólastigi og veldur þeim kvíða. Formaður félags lesblindra segir ekki ganga að mylja fólk niður í skóla og senda það brotið út í þjóðfélagið. Komið sæl. 10% nemenda á unglingastigi í grunnskóla segja lesblindu hafa mjög mikil áhrif á frammistöðu í námi og í sama hlutfalli aukist kvíðatengt einkenni. Formaður félags lesblindra á Íslandi sendir stjórnvöldum ákall aðgerðir því hópurinn sé stór og því sé þetta gríðarleg sóun á mannafli. Þetta eru niðurstöður könnunar sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir félag lesblindra á Íslandi. Byggt var á spurningalista nám og líðan og ýmislegt fleira sem lagður var fyrir tæplega 11.000 nemendur á unglingastigi í grunnskólum landsins. Megin niðurstaða könnunarinnar er að lestrarörðugleikar valda lágu sjálfsmati, draga úr sjálfsöryggi sem leiðir til aukins kvíða meðal ungmennana. Þessi kvíði dregur síðan úr áhuga á námi sem hefur í för með sér aukna hættu á óæskilegri hegðun. Rannsóknar niðurstöðurnar sýna mjög sterk tengsl lestrarörðugleika og kvíða. 10% nemenda segja lesblindu hafa mikil eða mjög mikil áhrif á frammistöðu í námi og í sama hlutfalli eru kvíðatengt einkenni. En koma niðurstöðurnar á óvart? Nei, þær gera það í raun og veru ekki, en það hefur hins vegar alveg nauðsynlegt fyrir okkur vegna þess að það er ákveðin svona vantrú í samfélaginu á þetta vandamál að fá þetta í raun og veru staðfest og það hefur við gert núna með þessari rannsókn hjá Félagsvísindastofnun og sorglegt en samt í raun og veru mjög gleðilegt að vera búin að fá niðurstöðu í þetta því þá getum við núna farið að bregðast við og reyna að koma hlutunum eins og þeir eiga að vera. Guðmundur Skúli segir að nú verði að koma upp kennslu án texta, það sé grundvallaratriði. Allskyns hjálpartæki séu til og fyrir þessi 10% þurfi að finna og beita annarri aðferð en með texta. Hefja þurfi aðgerðir og fá aðgang að stjórnvöldum því hópurinn sé stór. Eru þið með ákall til stjórnvalda? Við erum með ákall til stjórnvalda út af þessu, vegna þess að þetta er í raun og veru alveg ofboðsleg sóun af málefni. Að setja fólk í gegnum skóla og mylja það niður og senda það út í þjóðfélagi brotið fólk. Það er í raun og veru það sem þessi rannsókn er að segja okkur.